Óskar, væntanlega bara hrikalega sáttur núna. Ég bara mjög stoltur af þessum sigri. Ég meina, þetta var erfiður fyrri hálfleikur, við vorum mikið færri og einu færri og fannst þið samt ekki vera að spila illa, sko. Þetta var svona svolítið í takt við bikarleikinn, margt sem við vorum að gera ótrúlega vel en skilaði ekki einhvern veginn sko árangri. En við erum satt 14-11 í hálfleik, svo sem ekki mikið og við fannst því bara að stíga vel upp í seinni hálfleik, vorum að spila þá vörn sem að stígum aðeins fram að varnarlega og svona náðum að stoppa þær oftar og það skila vel og vorum að stinga eitt og eitt raðaplöp og náðum mörgum góðum sóknum þrátt fyrir það að Ramón hefur verið tekinn upp þannig að það er bráðnæli. Þið byrjuðu náttúrulega seinni hálfleikinn á 6-0 kafla sem gerði alveg rosalega mikið fyrir ykkur. Haldið hreinu fyrstu 11 mínúturnar. Já, ég meina alveg rétt og það var fyrst og fremst svona varnarlega þar sem við erum að standa í fyrsta lagi og svo ef þú gerir eitt og eitt þá hjálpar það og vissulega það skapar líka svona trú í liðið og allt það sko. Þannig að það var mjög góður kafli. Dróðu einhvern lærdóm af bikarleiknum? Já, maður er sem þjálfari alltaf að vona það að leikmenn læri að leiknum á undan og reyna að bæta sig. Mér finnst leikmenn vera að gera það og ég hrósa mínum leikmenn fyrir það. Þannig að, nei, við erum nokkuð nákvæm í því sem við erum að gera og erum að reyna að átta okkur á því hvað við getum gert betur og mér fannst svona margt skila sig í þessum leik. Nú er ég komin á topp deildarinnar en náttúrulega 3 leikir eftir, sérstaklega 2 hörkuleikir á móti Val og IBF. Það er hættulegt að fara að fagna deildarmeistaratitli strax. Já, það er langur vegur í það sko. Ég meina það eru hörkusterk lið. Við höfum verið í vandræðum með Val, töpum við fyrir Val í deildarleiknum heima og síðan eru Vestmannaeyjastelpurnar náttúrulega gríðarlega sterkar út í Eyjum og þannig að þetta eru leikir sem eru ekki gefnir en við tökum þetta bara frá leik til leik.